Þá það 13. dagskrárliður, innanlandsflug sem almenningssamgöngur. Njáll Trausti Friðbertsson, D-lista, óskar eftir að tekið verði til umræða innanlandsflug sem almenningssamgöngur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég óskaði hérna eftir að taka upp umræðu innanlandsflugið sem almenningssamgöngur og ég hef raunlega lengi ætlað að gera það. Við höfum oft talað þessi mál hérna undir þessum svona sviptengdum málum, þá höfum oft minnst á þetta. Að á svona lengri leiðum á Íslandi þá þetta raunlega miðað við það samgöngukerfi sem við búum við, þá þetta raunlega helstu almenningssamgöngur á lengri leiðum innanlands. Og oft talaðum þetta svona sama eins og umræðinu varðandi strætóin og nú hef ég ekki séð nýja tölur, séð tölfræði til dæmis það hvernig sú þróun hefur verið og í fjölda og annað, en við vitum og það getur vel verið að formaður Eyþings Logi Már bæjarfulltrúi geti frætt okkur eitthvað það, en það sem að við vitum að það mikill fjöldi sem að fer hérna með innanlandsfluginu og ferðast innanlands á lengri leiðum og í dag þetta, ef maður fer hringinn, svo ég reyna að gleyma einhver, þá var það Bíldudalsflugvöllur, Ísafjörður, Akureyri, Húsavík, Egilsstaðir, Höfn í Hornafirði og Vestmannaeyjum sem tengist Reykjavík og út frá Akureyri það Þórsá, Vopnafjörður og Grímsey. Og við vitum líka að þegar að núverandi landssamgöngur með strætó hófust 2012 eða 2013 að það ákveðnar niðurgreiðslur í því kerfi og við höfum rætt hérna en ætlaðum ekki að fara djúpt í það. En það sem maður kannski að ræða hérna að ríkisvaldið og ríkisstjórn og þeir sem að ráða í þessu landi og kannski ætti að hafa Alþingi með í því, en hérna þetta svona hvernig íslensk stjórnsýsla ætlar að taka á þessu, að fara að skoða það að hvernig raunverulega þetta koma með samskona hætti eins og gert með hérna strætó á þessu lengri leiðum með aðkomu þá ríkisins að niðurgreiðslum í fluginu, innanlandsflugi. Það hefur verið á síðustu vikum þá hefur verið töluverð umræða minnst á kosti hef ég tekið eftir á Austurlandi og í hérna, netmiðlinum austufrétt.is þá hafa einmitt birst 2 greinar á undanfarnum vikum þetta málefni og síðan veit ég til þess að fulltrúar byggðastofnunar og atvinnuþróunarfélaga vítt og breitt um landi fóru fyrir stuttu síðan í ferð til Skotlands og þar meðalans fengum með kynningar á svipuðum hlutum sem hvernig staðið á þessu á Skotlandi og svo ég ætla kannski rétt að róla í gegnum og það einlega vinkillinn inn í þessu umræðu. Þið munið kannski eftir að þessu kjörtímabili af Alþingi þá var skipunefnd að nú þetta ríkisstjórn til að skoða skattheimtu og gjöld í sem sagt innanlandsfluginu og en niðurstaða þeirra nefndar var að gjöldin væru cirka 10–15% af kostnaði farmiðan og að meðaltali væri þetta kannski 1700 krónur sem að væri á fluglegg í innanlandsflugi í gegnum þá þessi gjöld og hérna skattheimtu sem að ríkið tæki til sín. Það ekki mörg ár síðan töluvert af þessu gjöldum var tekin upp bara fyrir einhverju 3 eða 4–5 árum kannski sem þau voru tekin upp. Það sem eins og það var nýtt inn í þessar umræðu raunverulega og opnaði svolítið nýja vinkil í málinu grein Jónu Árnýjar Þórðardóttur, framkvæmdastjóra Austurbrúar sem hún skrifaði semst í netmiðlinn austufrétt.is fyrir nokkrum vikum fyrir cirka mánuði síðan hvernig staðið að þessum málum í Skotlandi.
og greinin hjá henni hét innanlandsflug sem almennir samgöngur. Á Skotlandi síðan 2006 þá hafa menn verið með kerfi sem hefur verið samþykkt sem sagt af þá skoskum stjórnvöldum og Evrópusambandinu. Kerfi sem heitir það er ákveðin afsláttar áætlun sem heitir ATS, the Air Discount Scheme. Og ef ég vitna bara í þessa grein og endilega bendi bæjarfulltrúum kannski að lesa hana og mögulega einhverjir að hlusta á út í bæ, og vitna með leyfi forseta í greininu þar sem að Jón Árni, framkvæmdastjóri Austurbrúar, segir: Áætlun á vegum skoskra stjórnvalda og nýlega var hún framleidd til ársins 2019, auk þess sem samþykkt af regluverki Evrópusambandsins, General Block Exemption Regulation. Markmið áætlunar að gera verðlag flugsamgangna viðráðanlegt fyrir einangruð samfélög Skotlands, auka aðgengi íbúa þeirra að þjónustu sem á samfélagslegu þátttöku með því að veita 40–50% afslátt af grunnfargjaldi. Og það sem sem sagt fleira sem áhugavert við þetta umhverfi, þetta svolítið nýr vinkill sem byggist á því að þeir sem eru skráðir inn í þetta kerfi, sem eru sirka 90.000 manns í Skotlandi, á þessu Highlands og Islands svæði, þetta sem sagt sem þá fólk sem býr töluvert frá þessu helstu og stærri borgum Skotlands og 90.000 manns, að þær kennitölur sem þetta fólk með, þau skráðin í kerfið, að þau panta sér flugmiða hjá flugfélögunum og bara með ákveðnum kóða og síðan fær sín afslátt og síðan rukkar flugrekandinn þá þetta kerfi skoskra stjórnvalda þá þennan mismun eða það sem menn fá í raunverulega styrk með eða niðurgreiðslu. Það sem áhugavert líka að í þessu kerfi að það byggist fyrst og fremst á forgangur íbúanna sjálfra og að þeir eru það sem þetta snýr að, það bara hinn almenni borgari á þessum landsvæðum. Og þá til dæmis kemur fram með leyfi forseta í þessari grein Jónu Árnýjar að farþegar sem eru að ferðast á viðskiptalegum grunni á vegum fyrirtækja, þeir komast ekki inn í þetta kerfi eða fá ekki ríkisstyrki. Farþegar sem ferðir sín endurgreiddar frá Tryggingastofnun, farþegar sem eru ekki með lögheimili á þessu skilgreindu svæðum, farþegar sem eru ekki með gilt afsláttarskírteini. Þetta búið umræða sem búið mjög lengi á Íslandi og eins og ég segi, myndist á nefndina sem var skipuð fyrir einhverjum, í byrjun þessa kjörtíðinbils, þannig nú þetta ríkisstjórn, og eins og ég segi, hún kom með sína niðurstöður upp á þessa 10–15. En það sem hefur aldrei farið fram á Íslandi hvað gert annars staðar og erlendis í öðrum löndum. Og þess vegna þótti mér þetta mjög áhugavert þessi nálgun sem kemur fram í grein framkvæmdastjóra Austurbrúar og þykir mjög áhugaverðar tillögur sem koma fram og finnst bara að við eigum að skoða þetta alvarlega. Og þetta þegar við erum að tala um byggðamál og byggðaáætlun, þetta klárlega heima undir slíkum þáttum. Og þetta raunverulega hluti þetta kerfi að byggðaáætlun Skota sem bara svipað að byggðastofnun okkar. Á síðasta ári þá voru veittu samkvæmt þessum upplýsingum sem hafa fengið þessu máli, þá voru veittir 6,8 milljónir punda í verkefni. Það er ca. 1200 milljónir íslenskar. Auðvitað þyrfti að fara dýpra í raunverulega hvað þetta þýðir á farmiða og allt sem að því snýr. En þetta er mjög áhugavert. Og þá líka áhugavert að fyrir austan á þessu netmiðli sem náttúrulega alltaf á netinu, að þá svarar Árni Gunnarsson, framkvæmdastjóri Flugfélags Íslands, skrifa grein sem skoska leiðin í innanlandsflugi og segir þar í niðurlaginu í grein sinni: okkur hjá Flugfélagi Íslands finnst þetta áhugaverð leið sem Skotar hafa farið og myndu gjarnan vilja taka þátt í vinnu með stjórnvöldum til að skoða hvort þessi leið
geti ekki verið fær til að lækka ferðakostnað enn frekar í innanlandsflugi. Og ég er persónulega handviss að Hörður Guðmundsson hjá Örnum hafi sömu nálgun þó ég hef ekki heyrt í Herði varðandi hans sjónarmið í þessu máli. Það hefur verið fjölgun í innanlandsfluginu á þessu ári hjá Flugfélag Íslands og ég fékk þær upplýsingar í dag að það hefur fjölgað 4% á þessu ári og 6% tengt flugi frá Akureyri. Og þá erum við ekki að tala það er líka fjölgun á Íslendingum. Þetta ekki bara erlendi ferðamenn sem að fjölga í innanlandsfluginu, það hefur verið fjölgun meðal Íslendinga í innanlandsfluginu. En við þekkjum þessu umræðu og hefur kannski, má segja, hún hafi verið meira áberandi austur á landi, það sem mjög langar leiðir til Reykjavíkur og menn það fyrir kannski á góðum sumardegi 7-8 tíma verður ekki mikið fljótari að keyra til Reykjavíkur á Austurlandi en auðvitað mun lengur yfir veturinn. Og þetta líka svona ýmislegt punktar inn í þetta að eins og innanlandsflugi í dag á Íslandi þá 60-70% þeirra sem eru farþegar í innanlandsflugi almenningur. Þetta ekki eins og oft sagt bara sveitarstjórnarmenn eða alþingismenn eða einhver pólitíkin á ferðinni eða starfsmenn sveitarfélaganna. Uppistaðan almenningur. Svo því sé alveg haldið til haga. Og 60-70% hef ég séð einhvern tíma tölur varðandi flugi milli Akureyrar og Reykjavíkur eru þá Norðlendingar og sirka 30% höfuðborgarbúar í þessu. Fyrir nokkrum árum þá skrifaði ég grein þessi mál og var að skoða, tók svolítið tími að reyna að átta mig á hvernig fólk ferðast milli Akureyrar og Reykjavíkur. Og þegar ég skoðaði gögn sem ég fekk frá Vegagerðinni eða reiknaði upp úr gögnum á Vegagerðinni og síðan aftur frá Flugfélagi Íslands, þá kom í ljós í þeim gögnum og ég reyndi, það kom mér mjög óvart hvernig tölun líti út, þannig að ég reyndi að fá það til að segja mér að þetta gæti ekki verið rétt það sem ég fekk út. Ég átti fyrirfram vona á kannski 15% af fólki sem var að fara milli Akureyrar og Reykjavíkur væri að fljúga á milli og restin var að keyra. Það sem kom hins vegar í ljós miðað við þessi gögn, og auðvitað getur nú hafa breyst með árunum, en að hlutfallið var 42% í fluginu. Og það sem gerðist var eiginlega ennþá áhugaverðar inn í þessu umræðum þegar við erum að pæla í eftir mánuðum ársins var þetta svo breytilegt. Það kom til ljós og auðvitað gat maður gefið þessi einhver leyti að það yrði, en ég átti kannski ekki vonum að þetta væri svo afgerandi, að yfir vetrarmánuðin, dimmustu og vetrarmánuði, og það verstu veðurskilyrði og vetraraðstæður, þá fóru fyrir 62-63% flaug á milli. Þetta bara mjög áhugavert og þannig stóð þetta yfir háveturinn, en síðan yfir sumarið þegar gott að keyra og góðar akstursskilyrði, að þá var þetta 20-25% sem flaug. Og það bara, þetta áhugavert og ég myndi nú gjarnan þess að ég trúi þessu allar þessu tölum ennþá sjálfur, þó ég hef reynt að fá menn til að rengja hvað í útreikningunum gat verið vitlaust. Vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlega áhugaverðar pælinga þegar við erum að pæla og skiptir náttúrulega miklu máli upp á svona framtíðarbyggð og styrkingu og á landsbyggðunum og líka í Eyjafirði, þessu vel tengt og menn getur ferðast auðveldum og þægilegum hætti. En þetta faratóni greinilega í huga fólks yfir dimmustu og erfiðustu veðurfarsmánuði ársins. Þess vegna tel ég gríðarlega mikilvægt að það séu skapa þær forsendur til að styrkja byggðir vítt og breitt um landið og minnka einangrun fólks, að þetta sé skoðað. Það má skoða þetta bara mjög mörgum sjónarhornum. Ætti mögulega bara að greiða þetta til þess að vetrarlagi eða styrkja fólks eða eigana möguleika. Skotarnir skilst með síðan með allt árið í sínum kerfum. En það þetta að taka og ég held að það mér sem í sjálfsins ákveðum vonbrigði miðað við þessa nefnd sem var skipuð til að skoða skattheimtuna að það hefði aldrei komið upp í umræðu á Íslandi að skoða þetta út frá þessum forsendum eins og við verðum að gera bara í næsta nágrenni á Skotlandi.
hjá okkur bara þjóð sem stendur með okkur mjög nálægt. Þannig að þetta svona hlutur sem ég hafi lengi hugsað mér að ræða hérna varandi bara einhver megin innanlandsflugi og hvernig við myndum styrkja eða auka eða aðgengi fólks að þessu kerfi sem innanlandskerfið flugið. En mér þótti mjög áhugavert það sem kemur fram í þessu skrifum framkvæmdastjóra Austurbrúar. Og til þetta vera raunverulega alveg nýja vinkil á þeirri umræðu sem við verið með hingað til hér á landi. Ég ætla ekki að lengja þetta meira en ég langar hérna í lokin þá að leggja fram eftirfarandi bókun og vonandi verður hún samþykkt að bæjarstjórn Akureyrar skora á ríkisstjórn Íslands að taka til skoðunar niðurgreiðslu og jöfnunarkerfi í innanlandsflugi. Í þessu sambandi bent á leið sem farin hefur verið í Skotlandi til að koma til móts við íbúa sem treysta á flugsamgöngur í strjálbýlli svæðum landsins. Þessi leið sem gengur undir nafninu Air Discount Scheme for the Highlands and Islands veitir íbúum með lögheimili á ákveðnum svæðum rétt til 50% afsláttar af fargjöldum hjá flugfélögunum sem taka þátt í verkefninu. Mér finnst, þetta stuttur texti í sjálfu sér og hugmyndin með að orða þetta bara segja frá verkefninu bara að vekja athygli á þessu verkefni sem þarna í gangi sem mér finnst vera mjög mikilvægt og ég held að ætti að fara með þá sterkari hætti inn í þá umræðu sem byggðamál á Íslandi og styrkingu byggða vítt og breitt úr landi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, þetta áhugavert mál, Njáll, ég get alveg tekið undir það. Svona velti fyrir mig okkur að bæjarstjórnina, það líka gott að ræða innanlandsflugið, ég er sammála því og við alveg getum komið ályktari til ríkisstjórnarinnar eða til þings ýmisleg mál, ég er sammála því. Það er ýmislegt önnur mál ef við erum að tala byggðastefnu. Við sem Akureyringar, við erum að horfa upp á það trekk í trekk að það engin byggðastefna í landinu, gagnvart Norðurstrandi. Við vitum það alveg og við getum alveg ályktað það að fá almennilega byggðastefnu. Ég ekkert endilega vissum að við ættum að fara niðurgreiða til að flug til flugfélag Íslands, en ég get alveg tekið það fullt áhugaverðum hugmyndum í þessu. Ég veit að innanlandsflug í Skandinavíu miklu dýrara heldur en Íslandi, Noregi og Svíþjóð. Og ég ætla alls ekki að tala innanlandsflugið upp í verðlagningu, en þeir fóru líka áhugaverðar leiðir í byggðastefnumálum. Þeir eru með skattaafslátt eftir búsetu og fólk svo sem ræður í sjálf hvort að við borga það í flug eða eitthvað annað. Og ég held nú oft á tíðum á þess að ég ætla að gera lítur á innanlandsfluginu. Ég held nú innanlandsflugið hafa oft líka staðið okkur svolítið fyrir þrifum, fyrir almennilegri byggðastefnu í landinu. Það bara ætlast til þess að við fljúgum suður. Og það svolítið gaman að segja að það væri enn erfiðara að fljúga til Reykjavíkur, hvort við værum ekki með sterkara sjúkrahús og sterkari þjónustu í bænum og væri svolítið nægjusamari, ég veit það ekki. Ég er gaman að því. Ég minnst áhugaverðar hugmyndir. Nú, ég heyrði Njáli Trausta í morgun í útvarpinu tala flughlaðið. Það var góð vel. Og við haldum áfram að berja eftir því það styrkir innanlandsflugið líka. Við vitum það fjórföldun á flugvöllum flugtrafík til Keflavíkur á síðustu 5 árum. Það ekkert verið gert fyrir varaflugvöllina. Og Akureyrarflugvöllur engin sérstakur varaflugvöllur í dag með það þjónustustig sem það veitt í augnablikinu. Og ég sé nú kannski ekki hæfasti maður til að tala það. Nú, við getum líka að tala bensínverð. Þú talar skatta og við tölum skatta sem álög sem setta á gjöldin. Flugvélabensín miklu dýrara út á landi. Það bara auka skattur sem settur á landsbyggðina. Það munar sumum föllum bara mörgum prósentum. Þannig að ég alveg sammála, við höfum ályktað byggðastefnu og koma góðri byggðastefnu á og ég held að innanlandsflugið skiptir náttúrulega Austfirðingana margfalt meira máli heldur en til Akureyringana. Ég held að fyrir Akureyri skiptir meira máli að fá betri vegsamgöngur,
Svínavatnaleið, styttingu í gegnum Varmahlíð, brúna. Ég held að það sé gríðarlegt hagsmunamál fyrir Akureyri. Nú, ég held að það sé líka hagsmunamál fyrir Akureyri að ef við hugsaum ferðaþjónustu og aukning ferðamanna til Akureyrar að það sé sami flugvöllur, innanlandsflug og millilandaflug. Hvort sem við gerum það hérna frá Akureyri eða hvað. En umræðan er góð og spennandi og ég held að gaman að taka hann upp annar stað líka. Takk. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þarf líklega ekki að sannfæra þennan hópu mikilvæga innanlandsflugsins fyrir Íslendinga alla og þá meina ég fyrir alla Íslendinga. Og lengi höfum við glímt við þann vanda að þessi helsti almenningssamgöngumáti okkar hefur átt undir högg að sækja og það hefur verið sótt að okkur úr mörgum áttum. Og þess vegna er alls ekki úr vegi að skoða hvernig nágrannar okkar hafa hagað þessum málum. Og nú er búið að benda á algjörlega nýjan vinkil og búið að benda á hvernig þetta er framkvæmt í Skotlandi. Og þetta er mjög áhugavert, þetta kerfi. ADS-kerfi er Discount Scheme, eins og það er kallað í Skotlandi og þetta er niðurgreiðsluverkefni. Og þar sem að afsláttur er veittur alltaf 50%, eða af 50%, það er búið að hækka afsláttur nýlega úr 40% í 50%, þetta hefur gengið mjög vel. Og sem að er afsláttur á grunn fargjöld flugfélaga. Þetta er afsláttur sem er til einstaklinga. Og ég vil leiðrétta bæjarfulltrúa Preben með það að þetta er ekki til flugfélaga. Þessi afsláttur kemur beint til einstaklinga sem búa á ákveðnum stöðum í skosku hálöndunum og eyjunum og til ákveðina þéttbýlisstaða, skilgreindra, sem eru Inverness, Aberdeen, Bergen, Glasgow og Edinborg. Þannig að þetta er í sjálfu sér lokakerfi mjög skýrt afmarkað sem að virkar mjög vel og þannig virkar vel svona kerfi. Nú, ég ætla ekki að fara að kannski að þylja upp þeir sem ekki njóta þessa kerfis. Njáll Trausti fór ágætlega yfir það hérna áðan, en samt sem áður fyrir þá sem ekki eru inn í þessu afsláttarkerfi að þá eru þeir samt að njóta þess. Þetta verkefni nefnilega skilar ábata fyrir þá sem ekki eru inn í þessu. Flugáætlanir eru tíðari, nýting flugleiða er betri og það er jável samkeppni á sumum leiðunum. Þannig að þetta örvar allt kerfið og þetta skila sér síðan allt í betri þjónustu og hagstæðara verði fyrir alla íbúa, fyrirtæki, stofnanir og svæði. Þess vegna er það svo mikilvægt að mínum mati að íslensk stjórnvöld skoði þessa leið mjög vel. Ég satt fund hjá þessu ágæta ráði í þar síðustu viku og þar komu fram mjög margar áhugaverðar tölur. Það er aðeins smá mismunur hérna hjá okkur Njáll Trausta, þetta eru sem sagt 72.000 meðlimir sem eru inn í þessu kerfi og maður þarf að skrá sig inn í þetta bara virkar eins og flugkort. Og eins og hér kom fram á hann, þetta eru 6,7 milljón punda, 1,2 milljarðar. Ef ég heimfæri þetta á íslenskan veruleika að þá eru þetta 1,2 milljarðar en Skotland er 16 sinnum stærra. Að meðaltali er þetta 16.700 krónur á hvern aðila í kerfinu. Þannig að miðað við það þá ættu að vera 4.500 Íslendingar miðað við sama hlutfall. Og þá er kostnaður við þetta 75 milljónir sem er ótrúlega lág tala. Ef þetta væri tvöföldun að þá er þetta 150 milljónir. Þannig að til þess að koma á fót svona öflugu kerfi sem að getur skilað mjög miklu fyrir mjög marga flugvella á landinu að þá finnst mér þetta alveg engar áhugaverð nálgun. Og miðað við þessa tölur, við erum að tala hérna eitthvað 100-200 milljónir í þetta kerfi og berum það síðan, og þetta er beinlínis á ákveðna skilgreinda íbúa í ákveðnu skilgreindum tilgangi. Að bera það síðan saman við niðurgreiðslurnar hjá Strætó BS sem eru margfalt hærri, sem allir njóta og þar er jafnt verið að borga niður fyrir Íslendinga og útlendinga. Þannig að þegar við stillum þessu upp svona saman
að þá er engin spurning að þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða vel og þess vegna styð ég heils hugar þessa bókun sem að bæjarfulltrúi Njáll Trausti er komin hérna fram með og ég vona við samþykkjum hér samhliða. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þess að enginn hefur kvætt til hljóðs, þá göngum við til atkvæðislegum stuðning við þessa bókun sem hefur verið lögð hér fram, sem geta stutt það eins og þess gefið merki. Það er samþykkt samhljóða.